Áhugi minn á hvölum byrjaði mjög snemma. Ég var mjög ungur þegar ég las Herman Melville, Moby Dick og þráhyggju sjúklinginn Akab skipstjóra sem var að elta þennan hval og beitti öllum brögðum til þess. Bókin kannski eina svo stærsta í sögu bókmenntanna og ég les hana alltaf einu sinni á ári og hún marglaga og alls konar. Hún fjallar þennan áfallakall sem hafði þessa þráhyggju og ég tengi dálítið Kristján Loftsson og Akab skipstjóra saman. Ekki endilega í neikvæðri merkingu en ég skil Kristján Loftsson miklu betur. Ég held að það einhvers konar áfall, einhvers konar skekkja á þess ég viti það og þá bið ég bara Kristján Loftsson afsökunar fyrirfram. En ég skil veiðieðlið vegna þess að það í mér. Og ég skil að það einhver maður sem vill halda áfram að veiða og drepa hvali vegna þess að þetta ástríðan hans og þetta einhvern veginn hans fjöregg, getum við orðað kannski. En á sama skapi, þá tilheyrir hann liðinni tíð. Hann í rauninni, eins og ég hef sagt suma Íslendinga, hann torfbæri í jakkafötum. Þetta liðin tíð. Við þurfum ekki að drepa hvali. Við borðum þá ekki lengur. Og ef það eitthvað sem borðar þá ok, en þeir eru svo fáir, það réttlætir ekkert að drepa hvalina. Ekki einu sinni það að full vöruhús af hvalkjöti sem selst ekki. Hvalir eru ekki að keppa við okkur fæði, það er PR-stönd, það löngu búið að afsanna það. Það má líka reyna það sem nýjasta nýtt það að við stuðlum að baráttunni við hlýnun jarðar með því að drepa hvali. Það það rosalegasta sem ég heyrt, þetta bara með því djarfasta og frumlegasta sem ég hef lesið og þetta bara í blöðunum þessa dagana. En málið það í hinu stóra samhengi, jörðin í hinu stóra samhengi og við búum á jörðinni, við búum á Íslandi en Ísland jörðin og hún hefur bara þetta nafn hérna, þetta norður hérað hérna hefur þetta nafn Ísland. En jörðin bara, það heimili okkar og það alltaf farið til fjandans. Hvort sem okkur líkar það betur eða verð, þá alltaf farið til fjandans. Það milljónir af manna vergangi út af hlýnun jarðar. Þeim vantar vatn, þeim vantar mat. Þau munu koma, einn daginn koma þau. Alveg sama hvað við gerum. Hvort þú læsir dyrunum eða byrgir gluggana þau koma og sparka dyrunum inn ef við hleypum ekki inn. Þetta staðreynd út á hlýnun jarðar. Að drepa hvali sem eru stærstu skepnur jarðarinnar, tignarlegustu skepnur jarðarinnar og það ekkert í rauninni sem ber jörðinni fallegri vitnisburð fegurð plánetunnar en hvalir til dæmis. Að sama skapi líka fiðrildin sem deyja út dag hvern. Við erum að missa tegundir, dýrategundir, 1 til 2 tegundir á dag sem að deyja, hverfa, basta. Og við Íslendingar, við eigum okkar met, við drápum geirfuglinn. Við drápum seinasta geirfuglinn. Já, það bara svoleiðis. Því miður en við gerðum það. Og ég held að við gætum til dæmis bara borga fyrir þá skömm, fyrir þá svívirðu að segja nei, við ætlum ekki að drepa fleiri hvali, við þurfum þess ekki. En aðalmáli það, með því að stöðva dráp á hvölum, erum við að sýna öllum heiminum að það til von fyrir jörðina, von fyrir okkur öll. Og svo megið þið hafa allar skoðanir sem þið viljið, þið getið kallað mig það sem þið viljið og sagt það sem þið viljið og okkur sem að segjum látum hvalina í friði og allt það bara eins og gerist og gengur. En staðreyndin hins vegar þessi, það borðar eiginlega enginn hval lengur. Hvalurinn á að fá að vera í friði og vera vitnisburður mikil fengleika jarðarinnar og lífríkisins. Við þurfum ekki að drepa hvali og hversin erum við þá að því? Og það einn maður á Íslandi og kannski 150 aðrir sem hafa rosa góð laun og vinna við þetta. Ég skil það líka, alveg fullkomlega.
og það er ekkert við það að athuga. En mín skoðun, mín prívat og persónulega skoðun er þessi: hættum að drepa hvali og sýnum jarðarbúum með því að við trúum á lífið og við trúum á framtíðina. Hættum að drepa hvali.